Jæja, þá erum við komin í hluta 3 í þessari röð fyrirlestra ályktanir meðaltöl tveggja þýða. Og við erum eins og í hluta 2 ennþá að ræða óháðamælingar og nú ætlum við að sjá hvernig við förum að þegar við lendum í tilviki númer 3. Tilvik 3 á við þegar hægt að gera ráð fyrir að þýðin sem úrtökin eru tekin úr fylgi normaldreifingu. Dreifni þessara þýða er óþekkt en við gerum ráð fyrir að við gerum ráð fyrir að dreifnin sé svo sama. Og eins og ég sagði áður í hluta 1 og 2, þá munum við sjá síðar hvernig að prófa þessa tilgátu formlega, en þangað til notust við þá þumalputtareglu að dreifni annars úrtaksins er 4 sinnum hærri en hins úrtaksins eða meira, er ekki hægt að gera ráð fyrir að dreifni þýðina sé jöfn. Ef dreifni annars úrtaksins er minna en 4 sinnum stærri heldur en hins úrtaksins, þá getum við gert ráð fyrir þessu. Þegar reikna öryggisspil að prófa tilgátur í þessu tilviki notum við t-dreifinguna. En áður við skoðum það skulum við aðeins fara aftur í ákvörðunartréð okkar. Við erum sem sagt með normaldreif þýði, við þekkjum ekki sigmunnar en við getum gert ráð fyrir því að sigmunnar séu jafnstórar eða séu þær sömu. Svona. Í þessu tilviki þá þurfum við að reikna út svokallaða vegna dreifni. Munið þess að við erum að gera ráð fyrir því að dreifni þýðana sé svo sama, en við þekkjum hann ekki. Svo okkur vantar eitthvað mat á dreifni þessara þýða og við notum þessa vegna dreifni til að tákna dreifni þessara tveggja þýða. Og ef við horfum svolítið vel á svo jöfnu hérna, þetta er sem sagt þessi vegna dreifni, þá höfum við hérna dreifni úrtaks 1, hér höfum við dreifni úrtaks 2 og svo höfum við stærðina úrtaki 1 mínus 1, stærðina úrtaki 2 mínus 1. Hérna undir striki höfum við samanlagða stærðina úrtökunum 2 og drögum 2 frá. Ef þið horfið svolítið hérna gaumgæfilega á þessa jöfnu, þá sjáu þið kannski að þetta er í rauninni ekkert annað heldur en vegið meðaltal af þessum 2 dreifnum. Við vegum dreifni úrtaks 1 með stærð þess mínus 1 og við vegum dreifni úrtaks 2 með stærð þess mínus 1 og svo deilum við með heildarvigtinni. Rétt eins og við gerðum bara þegar við vorum að reikna út vegna meðalengun. Ef það er þannig að N1 og N2 eru jafnstór, þá verður þessi vegna dreifni einfaldlega meðaltalið af dreifninni í úrtaki 1 og dreifninni í úrtaki 2. En annars lítur þetta svona út. Fyrst þess að við þurfum að gera þá í tilviki 3 áður en við reiknum út úr prófstærðinni eða öryggisspil er að reikna vegna dreifni. Og af hverju þurfum við að gera það? Jú, af því að öryggisspilið fyrir tilvik 3 inniheldur þennan SP. Þannig að við höfum ekki hérna S1 og S2 í öðru veldi eins og áður, heldur er SP hérna komið út fyrir rótina og þetta er bara ein tala. Mat á þessari sameiginlegu dreifni eða staðalfráviki þessara tveggja þýða. Og annað svolítið öðru sér heldur en hinum tilvikunum, hér flettum við upp í t-töflu en ekki setatöflunni og takið eftir því flettið upp eftir N1 plus N2 mínus 2 frígráður. Ef þið lendið í þeirri situasjón að þið eru búin að reikna út N1 plus N2 mínus 2 og þið hafið ekki í t-töflunni ykkar gildi fyrir nákvæmlega þennan fjölda frígráða, þá skulið þið bara fara í töluna næst fyrir og rétt lægri tölu. Ég fengi út sem svo 39, það er ekki til gildi í töflun ykkar fyrir 39 frígráður, finnið þá fyrir 38 frígráður. En eins og áður þá mæli ég með að þið reiknið út úr þessu öllu saman, af því að þetta sama kemur fyrir hér fyrir neðan, svo finnið þið mismunin á meðaltölum úrtakana, dragið þessa tölu frá og leggið hana svona við til að fá neðra á efra markið. Og svo eins og áður þá munið þið skrifa öryggisspilið upp, þessi tala minna en μ1 mínus μ2 sem er minna en þessi hér tala.
Tilgátuprófin, 0 tilgátan nákvæmlega svo sama og í tilviki 1 og tilviki 2. Þetta aftur bara einhver tala hérna. Prófstærðin núna, hún lítur öðruvísi út, bæði fylgir hún T-dreifingu og hér kemur fyrir SP en ekki S1 í öðru og S2 í öðru eins og í tilviki nr. 2. Og eins og áður fjöldi frígráða N1 plus N2 minus 2 og gagntilgátur og höfnunarsvæðin, þau sjáum við hér. Einhliða prófum þá það alfa stórt og nú flettum við upp í T-töflunni til að finna hvar höfnunarsvæðin eru. Og fyrir tvíhliða prófin það sem sagt alfa deilt með 2 stórt í sitthvorum halanum og við flettum upp í T-töflunni. Og nú held ég sé ágætt bara að reikna í gegnum dæmi. Ingunn og Árni þau vinna á jafnréttisstofu og hafa mikinn áhuga á að kanna hvort munur sé á meðallaunum karla og kvenna sem starfa við kjötvinnslu. Jafnréttisstofa stóð fyrir rannsókn til að kanna hvort munur sé á þessum meðallaunum. Slembiúrtök voru þau tekin úr báðum þýðum, 20 karlar og 20 konur. Meðallaun og staðalfrávik launa í karlaúrtakinu voru þessar hérna tölur og í konuúrtakinu þessar hérna tölur. Við höfum að kanna nú með viðeigandi tilgátuprófi hvort munur sé á meðallaunum karla og kvenna sem starfa við kjötvinnslu. Við höfum að nota alfa jafnt 0,05 og við mögum gera ráð fyrir að laun í báðum þýðum fylgi normaldreifingu. Svo eru svona nokkur hlutir sem við skulum sjá hér. Við höfum úrtök úr báðum þýðum en þau eru lítil. Þau eru bara að stærð 20. Við fáum meðaltal úrtaksins og staðalfrávik, meðaltal úrtakana og staðalfrávik úrtakana gefin. Við höfum að kanna tilgátupróf hvort það sé munur, ekki hvort að annað sé stærra heldur en hitt, bara það sé munur. Og við höfum heldur ekki að kanna tilgátu hvort að meðaltali karlar hafa 5.000 krónum hærri laun eða eitthvað svoleiðis. Ef það væri tilgátan þá væri þessi delta jafnt á 5.000, að við veitum að kanna hvort að munurinn sé 5.000, en við höfum bara að kanna hvort að það sé munur og þá þessi delta sem stendur í tilgátunum okkar jafnt á 0. Skellum okkur aðeins í ákvörðunartréð okkar, skoðum það. Normaldreif þýði, við máttum gera ráð fyrir því að sem sagt meðallaun laun fylgi normaldreifingu, svo við svörum þessu með jái. Eru sigmunar okkar þekktar? Nei, en þá kemur að því að spyrja okkur á spurningunni, getum við samt gert ráð fyrir því að þær séu, eða sem sagt að dreifni þýðina sé svo sama. Og nú kunnum við ekki, við skulum fara aftur bara í dæmið, höfum það fyrir framan okkur, fyrir það ekki hér. Það þetta dæmi. Þess að ég segi, við lærum, skoðum þetta, við lærum svolítið seinna, að ég man rétt í 15. kafla, að kanna tilgátu sem lítur einfaldlega svona út. Og svo fyrir við bara gegnum all skrefin og annarkvort getum við gert ráð fyrir að hún sé ólík eða ekki. En við kunnum þetta ekki núna, svo við notum þumalputtaregluna. Skoðum nú hvað við fáum uppgefið. Skulum bara skrá það hjá okkur með þetta sami. Ég ekki mjög flink í þessu. N1 jafnt á 20. N2 jafnt á 20. Hvort meðaltalið hærra? Jú, meðaltal karlana hærra, svo ég ætla að kalla karlarnir, þeir verða hópur 1 hjá mér. Svo að x1 bar og meðallaun karla eru 245.163 krónur. Staðalfrávik karla 22.814. Meðallaun kvenna eru 218.634 og staðalfrávik kvenna 18.312. Þetta það sem við fáum upp gefið. Hvað gerum við nú? Jú, við þurfum að finna út úr því hvort að dreifnin í öðru þýðinu sé meira en 4 sinnum stærri heldur en dreifnin í hinu þýðinu. Og
gera það. Ekki eitthvað svona reiknivél hérna. Vonum það, calculator. Fínt. S1 er 22.814 og það í öðru veldi 22.814. Það er einhver rosalega stór tala. Jesús. 5, 2, 0, 4, 7, 8, 5, 9, 6. Takk fyrir. Svo höfum við, nei, er ég að taka vitlausar tölur hérna? Er ég nú orðin alveg biluð? Staðarfrávik í hinu er 1, 8, 3, 1, 2 og það í öðru veldi 1, 8, 3, 1, 2 og það er sem sagt svo mikið sem 3, 3, 5, 3, 2, 9, 3, 4, 4, þetta eru rosalega stærðir. Tökum nú bara minnitöluna, það er ágætt að gera þetta svona. Tökum minnitöluna og margföldum hana með 4. Og við sjáum að við fáum risastóra tölu út. Og þessi tala hérna er stærri heldur en þessi tala hér. Ekki satt. Og það þýðir, við getum líka tekið bara stærri töluna, deilt í hana með minni tölunni. Hvernig það má gera þetta á marga vegu. Við þurfum bara einhvern veginn að komast að því hvort að þessi hérna tala sé meira heldur en 4 sinnum stærri heldur en þessi hérna tala. Við sjáum það líka bara með að horfa á þar hérna. Þessi er ekki einu sinni helmingi stærri heldur en þessi hér. Þessi sinnum 2 væru einhver svona 6, 6, 6, 7, eitthvað áfram hérna. Þannig að þessi hérna tala er minni en helmingi stærri heldur en þessi hérna tala er minni en helmingi stærri heldur en þessi hér tala. Þannig að við getum gert ráð fyrir því að dreifnin í þýðunum sé svo sama. Af því að þessi hérna er ekki meira heldur en 4 sinnum stærri heldur en þessi þarna. Svo allt í góðu, þetta er ekki skemmtilegar tölur að vinna með, ég hef ekki hugsað þetta, það eru svo stórar. En þetta er ekki þess að ég ætla að gera. Við ætlum að fara í gegnum skrefin okkar og í minn einastu. Svona. Skref nummer 1. Við erum að kanna tilgátur mismun á meðaltölum. Við erum að bera saman meðallaun karla og kvenna. Og þetta eru óháðar mælingar. Við erum bara með 20 karla, við erum með 20 konur. Þetta er ekki svona parað, við erum ekki með mælingar fyrir og eftir eitthvað inngrip eða eitthvað svoleiðis. Við erum bara með óháðar mælingar, 20 karlar, 20 konur. Og í hvaða tilviki erum við? Förum hérna í gegn, og það er ef ég rétt aðeins upp hérna. Skoðum í hvaða tilviki við erum. Normadrif þýði já, ekki satt. Sigmuna þekktar nei. Getum við gert ráð fyrir að þær séu það sömu? Já. Svo við erum í tilviki 3. Svona. Og þannig að við skráum það hjá okkur. Tilvik 3. Skref 2. Alfa jafnt 0,05. Flott. Skref 3. Skrifum upp tilgáturnar og við erum að kanna hérna þessi meðaltöl og hvernig við snúa þessu öllu saman. Við eigum bara að viðeigandi tilgátur prófa hvort munur sé á meðallaunum karla og kvenna, og þessi munur þá erum við ekki að kanna hvort það sé annað hvort stærri eða minna, heldur bara þessi munur. Og við höfum bara 0 hérna, delt er jafnt á 0, að við erum ekki að kanna hvort að munurinn sé 5.000 krónur eða 10.000 krónur eða eitthvað svoleiðis. Það er bara hvort það sé munur. Og skref númer 4. Þá náum við okkur í prófstærðina og hún lítur svona út. Og svo höfum við þetta SP
og rótin af 1 deilt með n1 pluss 1 deilt með n2. Og já, hún bara hér, prófstærðin. En áður en við getum reiknað út gildið á prófstærðinni, þá þurfum við náttúrulega að finna gildið á þessum SP. Og hann reiknum við, eða það finnum við hér. Við höfum sem sagt, já, kannski betra að þið sjáu hvað ég að gera. Færum þetta aðeins hérna fram. SP í öðru jafnt og n1 mínus 1 sinnum s1 í öðru pluss n2 mínus 1 sinnum s2 í öðru og deilum með n1 pluss n2 mínus 2. Og ef við setjum inn í þetta, þá þetta svo mikið sem 20 mínus 1, af því að n1 jafnt og 20. S1 í öðru 2, 2, 8, 1, 4 í öðru. 20 mínus 1 sinnum 1, 8, 3, 1, 2 í öðru. Hérna ég bara að ná í gildin mín á S1, S2, N1 og N2. Og við þurfum að deila hér með N1 pluss N2 mínus 2 og það svo mikið sem 20 pluss 20 mínus 2. Og þið reiknið þetta í vasareikninum ykkar og já, það kannski ágætt bara að við þurfum á SP að halda í jöfnunni en ekki SP í öðru. Svo ef SP í öðru þetta hér, ætla ég bara að leyfa mér að krassa út þetta annað veldi hér og setja rót á hérna. Það finn ég nefnilega SP. Rótin hér og gildið á SP svo mikið sem 20685,84. Þannig reikna út úr öllu þessu hérna dótari. Passið ykkur að hafa svega hér áður en þið deilið með þessu öllu saman, svega þar líka og takið svo rótuna því. Allt í góðu. Hvað gerum við þá? Jú, þá erum við tilbúin að skella þessu inn í jöfnuna, skella þessu SP inn í jöfnuna og við bara setjum þetta allt stærðið sem við þekkjum. X1 bar 2, 4, 5, 1, 6, 3. X2 bar 2, 1, 8, 6, 3, 4. Delta 0 og SP var svo mikið sem 20685,84 og við deilum í með 1 deilt með 20 pluss 1 deilt með 20. Þetta orðið svona frekar klest þarna hjá mér. Þið bara passið upp á svega þegar þið reiknið út úr þessu og endilega prófið að reikna út úr þessu sjálf. Út úr þessu á að koma 4,06. Kannski ein athugasemd hérna við þessa SP útreikninga. Af því að N1 og N2 eru sömu tölurnar, þá þessi veikna drifni í rauninni bara meðaltal af þessum tveimur drifnum, að snalla að segja þetta. Þannig að þið gæti fundið, passið ykkur, það ekki meðaltalið af þessum tveimur staðalfrávikum hérna, heldur þið geti fundið meðaltalið af þessum tveimur drifnum hér, tekið rótina því og þá ætti það að fá út þessa sömu tölu hér. En ég ætla að leyfa mér að halda áfram, þetta nú ekki svona til fyrirmyndar, en ég að reyna að spara pappirinn hérna og ég ætla að halda áfram með skref 5 hérna megin á síðunni. Skref 5, þá finnum við höfnunarsvæðin og við erum með tvíhliða
tvíhliða próf, svo ég hef höfnunarsvæði í báðum hölum og þau eru 2,5% stór. Og prófstærðin okkar, þegar við erum í tilviki 3, hún fylgir T-dreifingu og þessi T-dreifing hefur N1 plus N2 mínus 2 fjöldi frígráða. Og hjá okkur er N1 og N2 eru 20 mínus 2, það gerir þá 38. Svo ég er með T-dreifingu með 38 frígráður. Svo þið þurfið að finna í T-töflunni hvert er gildið á T að 0,975,38. Hérna uppi T 0,975,38. Og ef maður fletti þessu upp, sé ekki betur en þetta sé mínus 2,024 og hér uppi höfum við 2,024. Svo prófstærðir sem eru lægri en mínus 2,024 munu lenda á höfnunarsvæði og prófstærðir sem eru hærri en 2,024 munu líka lenda á höfnunarsvæði. Rifjum upp að gildi á prófstærðinu okkar sem er komið hérna niður í einhver þrengsli 4,06. Svo gildi á prófstærðinu okkar er langt hérna út í halanum. 4,06. Það er sem sagt langt út í hala. Og það þýðir auðvitað að við lendum á höfnunarsvæði að því að gilda prófstærðin er stærri en 2,024. Prófstærð lendir á höfnunarsvæði. Gott. Skref 6. Hún lendir á höfnunarsvæði. Svo við höfnum H0 og hvað ályktum við? Við þurfum að kanna stækkum þetta bara, við erum ekki að horfa á hitt. Hvað er H1? Jú, og ályktum að munur sé á meðaltölunum. Og við sjáum hérna að karlarnir eru þá greinilega með hærri meðallaun heldur en konur. Svo munur er á meðaltölunum og meðallaunin eru hærri meðal karla heldur en kvenna. Flottir, þá er þessum hluta lokið og við höldum áfram með hluta 4 í næsta myndbandi. Takk.